Keilir á Ásbrú og Heiðarskóli Keflavík tóku á síðasta ári upp samstarf á sviði forritunar þar sem notast við vélmenni. Vélmennin eru nokkurs konar armar sem hægt að festa ýmsa aukahluti á og þeim síðan stýrt með forritun. Heiðarskóli tók við vélmennunum á haustmánuðum og nú hafa bæði nemendur og kennarar náð góðum tökum á vélmennunum. Í skólanum áhersla lögð á að kynna nemendum tækni og notast við fjölbreyttar tölvur á öllum skólastigum í Heiðarskóla. Hilmar Bragi heimsótti Heiðarskóla og skoðaði vélmennin. Hugmyndin í rauninni mjög einföld. Krakkar sem eru í grunnskóla í dag eru að mennta sig til framtíðar og til framtíðarstarfa sem jafnvel ekki til í dag. Það fyrirbrigði sem kallað fjórða kynslóðin og hefur gerst mjög hratt eins og við þekkjum öll bara í tækniheiminum í kringum okkur. Þessi kynslóð sem núna í grunnskóla, hún þarf að kynnast þessari fjórðu iðnbyltingu og grunnurinn að því að gefa þeim tækifæri á að vinna með vélmenni í leik, að forrita vélmenni, þá eru þau að kynna svona grunnhugsuninni að fjórðu iðnbyltingunni og þar með í rauninni að búa sig undir þá framtíð sem að þau munu lifa í. Hvað kemur til að þessu síðan komið fyrir hérna í Heiðarskóla í Keflavík? Við vorum að velta því fyrir okkur hvort að við ættum að hafa þetta hjá Keili. Þetta tengist auðvitað námsbraut okkar nýju sem að byrja leikjagerðina. Má segja þetta sem ákveðin grunnur að henni. En að því að við erum að tala grunnskóla þá fannst okkur eðlilegra að þetta væri vistað inn í grunnskóla og höfðum samband við Heiðarskóla sem við höfum verið mjög góðu sambandi við og að vanda voru þau mjög opin og tilbúin og fræðslustjóri studdu þau svona með því að ráða sérstakan góðan mann til þess að halda utan að þetta. Og skilyrðið þá líka það að aðrir grunnskólar geti bókað tíma hjá þeim í þessu flotta róbótaveri, vélmennaveri sem komið hérna upp í Heiðarskóla núna. Og þannig sjáum við að sé verið að leggja grunn að framtíð grunnskólanemenda sem eru hér á svæðinu og gera þau sterka í fjórðu iðnbyltingunni. Hvernig ætlar Heiðarskóli að nýta þessi verkfæri í skólanum? Við erum náttúrulega þegar farin að nýta þetta. Andri sem sér þessi mál hjá okkur, hann gaf sér góðan tími að undirbúa þetta og læra á græjuna og hefur staðið alveg ótrúlega vel í því. En 9. bekkurinn okkar fær að prófa sig áfram með þessa forritunargræju sem heitir Fable og hafa staðið sér bara mjög vel og hafa verið virkilega áhugasöm. Það hefur gengið bara vonum framar að leyfa að fást við þetta. En svo eins og hefur komið fram að þá eiga aðri skólar að fá að njóta góðs að þessu og við höfum fengið nú þegar heimsókn úr einum grunnskólana hérna í Reykjanesbæ og vona á öðrum og við bara bíðum spennt eftir fleiri bókunum í hérna Fable smiðjun okkar. Þið hafið svolítið verið að innleiða þessa tækni nýjungar í skólan á öllum skólastigum. Já, við náttúrulega fórum að stað með spjaldtölvuvæðingu sem að segja á úlingastigi og við erum búin að vera með spjaldtölvuna bara í mikilli og góðri notkun hérna í nokkru ár núna og nú höfum við verið að færa okkur niður á yngri stigin sem að lefa þeim að kynnast því líka og nemendur á miðstigi eru til dæmis að hérna prófa sig áfram í forritun með svokölluðum microbit tölvum og yngstu krakkarnir hafa fengið að spreyta sig á einfaldari forritunartækjum. Og það hefur verið rosalega gaman að fylgjast með þessu. Og þú ert spennt fyrir þessari nýjung sem komið núna? Já, mjög. Þetta bara ótrúlega mikilvæg og góð viðbót við það sem við erum að gera. Við erum ekkert að hætta að nota blöð eða blýanta eða bækur. Þetta bara viðbót við það og hérna þurfum við að bjóða upp ákveðið hlaðborð í grunnskólum og það náttúrulega bara engin spurning að þetta náttúrulega bara partur af ekki bara framtíðin heldur bara nútímann að hafa þessa hugsun út af hvað tölvunar virka og hvernig hver grunnurinn að forritun út á hvað hann gengur. Og svo fékkstu stór og mikil fyrirtæki hérna á svæðinu til liðs við þetta verkefni? Já, það mjög gaman að segja frá því að Isavia og HS Orka, þau eru fjármögnuðu verkefnið. Keilir náði í umboð fyrir þetta til þess að fá afslátt sem að síðan skólarnir njóta. Keilir ekkert að gera þetta fyrir sig. Ég líti á það sem bara samfélagslega skyldu skólasamfélagsins eins og hjá Keili að vinna með umhverfinu og þarna bara skemmtilegt dæmi samstarf skóla
atvinnulífs og á milli skóla. Og við erum afskaplega þakklátt fyrir þann skilning sem að þessi öflugu fyrirtæki sýna þessu verkefni og sýna börnum framtíðarinnar. Og hvernig eru nemendur að taka í þetta? Mjög vel. Þeir eru langflestir mjög áhugasamir. En það er eins með þetta eins og allt annað. Það finnst ekkert öllum þetta alveg svakalega skemmtilegt, sko. En það er samt áberandi hve mörgum finnst þetta spennandi og skemmtilegt.